Komið sæl, við sjáum hér tunglmynd frá því klukkan 16:30 í dag og ofan á hana er þetta bláa og græna sem að eru gögn úr veðursjám Veðurstofunnar sem eru staddar bæði í Keflavík og í nágrenni Egilsstaða og líka í nágrenni Kirkjubæjarklausturs. Við sjáum hérna þá að talsverð úrkoma á suðvesturhorninu, þetta er þessi grænu flekkir þýða það og það rigndi töluvert hér til dæmis í Reykjavík í dag en við sjáum líka hérna hafði myndast skúragarður á norðanverðu hálendinu. Það hefði nú lítið fallið í mæla þegar ég skoðaði það síðast en það hins vegar þýðir bara að mælarnir eru ekki á réttum stað, það hefur verið örugglega rignt talsvert úr þessum skúragarði. Hitinn fór í 25 gráður tæpar á Héraði í dag og 20 gráðu hiti víða á norðanverðu hálendinu. En við sjáum hér frammynduna næstu daga, lægðin fer til austurs en við sjáum að það myndast önnur lægð hér út á Grænlandssundi og hún kemur til með að hafa áhrif hjá okkur og þriðja lægðin sem dýpkar ansi hratt verður þarna á miðvikudag og hún gæti verið þannig að það þurfa að hafa gætur á fyrir þá sem ætla að vera með aftanivagna á ferðalögum. En lægðagangun þýðir líka að við fáum mikið aðstreymi hér af hlýju lofti og kalda loftið yfir Grænlandi það heldur sig þar allavega út vikuna. Það er mjög mikið hlýtt loft hér langt suður í hafi, svona hluti af því berst til okkar en þó ekki kannski þannig að það verði óvenjuhlýtt en það er svona heldur svalar þar sem að við verðum með meiri skýjahulu næstu daga en hefur kannski verið síðustu daga. En í fyrramálið er útlit fyrir hæga vestlæga átt hér á vestanverðu landinu og skýjað en líklega verður megnið af úrkomunni búið í fyrramálið. Það verður hins vegar talsverð rigning í nótt og fram eftir morgundegi við Tröllaskaga, líklega bæði í Húnavatnssýslum og í Þingeyjarsýslum en væntanlega svona þokkalega bjart á austanverðu landinu, sérstaklega á Héraði og sunnanverðum Austfjörðum og þar verður líklega einna hlýjast. Síðdegis að þá verður nú komið inn einhver smá skúragarður aftur á norðanverðu hálendinu, hann fylgir svona þessum hlýjendum talsvert og gengur nú allhratt reyndar til austurs en það styttir þá upp síðdegis á norðanverðu landinu en má alveg búast við lítils háttar súld eða smá vætu hér vestan til á morgun en eins og við sjáum þá er vindáttin bara svona hæg breytileg þannig að það er mjög lygnt á landinu þessa daga. Á þriðjudag er áfram skúraleiðingar víða á landinu og frekar lygnt yfir landinu líka, 10 metrar á sekúndu út á Vestfjarðamiðum og kannski smá strekkingur líka allra austast en annars ekki hægt að kvarta yfir vindi. Hitastigið er svona víða þetta 10 til 15-16 gráður en þar sem að sólin nær að hita lofti þá náttúrulega hlýnar aðeins meira. En á miðvikudag þá er sem sagt útlit fyrir að verði hér nokkuð djúp lægð svona miðað við árstíma við suðvestu ströndina. Það hvessir af suðaustri þegar líða tekur daginn og verður allhvasst þarna kvöldið, gæti orðið svona 10 til 15 metrar á sekúndu jafnvel og það má þá gera ráð fyrir því að það verði hvassast á sunnan og vestanverðu landinu. Það rignir líka talsvert með þessu sérstaklega síðdegis en verður nú lengst af þurrt og svona heldur lygnara á norðan og austanverðu landinu. En á fimmtudaga það ganga skilin frá þessari lægð til austurs, það verður áfram strekkingur hér suðvestan til og minni vindur á norðan og austanverðu landinu en það verður rigning þar á fimmtudags morgun og síðan styttir upp og birtir til norðan og austan til en verður áfram skúralegt að litast hér suðvestan til. En ef við bröðum okkur aðeins til Skandinavíu og Norður-Evrópu og þá eru áfram skúraleiðingar eða einhver úrkoma í kortunum fyrir Skandinavíu. Það er líka dálítil rigning á Bretlandseyjum en þurrt orðið að litast í Norður-Evrópu svona annars. Eftir því sem við förum austar þá er meira þrumuveður og sumstaðar appelsínugular viðvaranir í Suður-Evrópu vegna þrumuveðurs og hita. Það er nú aðeins farið að stytta upp norðan til á Spáni þó að sé einhverjar skúraleiðingar þar líklegar og 23 til 28 gráður og skýjað með köflum á Tenerife. Það er búið að vera mjög hlýtt í suðurríkjum Bandaríkjanna og varað víða við miklum hitum þar, hiti fer víða yfir 40 gráður og þetta hitaindex sem er svona svipað og hérna þegar við tölum vindkælingu nema í hin áttina það hefur farið í svona tæplega 50 gráður sem staðar í Texas og Oklahoma í gær og í dag og verður svipað á morgun. Síðan eru þarna þrumuveður sem að ganga yfir og jafnvel þannig að fólk missi rafmagn sem er ekki á ástandið bætandi. En við höfum gjafir á því á Íslandi, hæg breytileg átt og víða einhver smá væta á morgun. Verið sæl.